Magnetic Nail Design þekkt fyrir mikið úrval af góðum vörum til þess að gera fullkomnar neglur eins og þessa. Í þætti dagsins munum við sýna ykkur alls konar tækni og tól til þess að gera neglunar fallegar. Ég heiti Lísa og við erum Magnetic. Byrjum þátt dagsins á að gera hina fullkomnu ballerínanögl. Byrjum að setja þunnt lag af rubber base á náttúrulnögluna og hertu í 30 sekúndur. Veldu rétta stærð af ballerína shape-it sem passar nöglinni. Notum Frosted Pink Power Gel og setjum inn í toppinn. Gott að nota Ikebana pensilinn fyrir þetta. Legðu toppinn á nöglina og hertu skilin með ljósinu. Kláraðu svo að fullherða inn í tvinnleit. Pússum niður með shaper-bitanum skilin sem að myndast. Því næst skaltu þurrka rykið og klára að byggja upp nöglina með Power Gel Frosted Pink. Pössum upp á álagspunktinn að hann sé á réttum stað og þykktin á nöglinni sé ásættanleg. Klárum að fullherða og þjölum svo nöglina til. Pössum mótunin sé rétt, hún sé bein fram á grópunni. Þjölum til bygginguna eftir þörfum og pössum upp að álagspunkturinn sé á réttum stað. Lokum svo nöglinni með glans að eigin vali. Fullkomlega einföld og þægileg, fljótleg ballerínanögl. Nú á dögum getur þú lengt og byggt upp nöglina á sama tíma með shape-its. Byrjum á því að setja pittsgel inn í topp. Nei. Ok, við ætlum að nota fibergel í þetta. Byrjum á því að grunna náttúrulega nöglina og setja umferð af Blush Nude á náttúrulega nöglina og nudda vel inn í. Gott að nota Oval Gel pensilinn í þetta. Finnum okkur topp sem að hendar og passar á nöglu viðskiptavinarins. Leggjum gelið inn í toppinn og látum það flæða fram. Pössum að hafa þykktina jafna alla leið og deyja út við lausarönd. Á þess að herða leggjum við þetta á nöglina og herðum svo skilin með shaperljósinu. Klárum að laga lenginguna undir. Gott að nota Detail 3 pensilinn í þetta verkefni. Lögum og fullkomnum mótunina með þessu. Klárum svo að fullherða í tvinnleit. Fjarlægjum toppinn og þjölum til nöglina. Shaper-bitinn notum við til þess að loka náttúrulega nöglinni við gelið. Klárum að móta nöglina með þjöl og passa að mótunin sé fullkomin og bein fram á grópunni. Því næst skulum við nota shaper-bitann til þess að fullkomna lausaröndina undir. Þetta mjög mikilvægt skref. Notum buffer og buffum alltaf allan glansinn í burtu eftir shaper-toppinn. Þetta alltaf nauðsynlegt að gera. Þegar allir glansinn farin, þá getum við sett toppkót að eigin vali á nöglina. Súper fljótlegt og þægileg nögl, fullbyggð frá grunni. Með shape-its getur þú gert hvaða lögun sem frá grunni á einfaldan og þægilegan hátt.
þessum mánuði er 20% afsláttur af öllum mótunarvörum. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar og skoðaðu úrvalið. Einnig getur þú séð hvað er framundan hjá okkur og hvaða námskeið við erum að bjóða upp á hverju sinni. Endilega kíkið á þetta. Næst ætlum við að skoða ultraform toppana en það eru gömlu góðu toppanir sem hafa lengi verið með okkur. Undirbúum náttúrulegnögluna og finnum svo rétta stærð af topp sem passar á nögluna. Skiptir miklu máli að toppurinn sé ekki of stór og alls ekki of lítið. Blöndum skilin og límsvæðið á toppnum með 100 til 180 greta þjöl. Settu rétt magn af brush and glue inn í límsvæðið á toppnum. Skelltu toppnum á náttúrulega nögluna og límum hana niður. Haltu við límið í 10 sekundur, þurrkaðu svo umfram límið í burtu. Klipptu toppinn til í ásættanlega stærð. Fjalaðu nöglina beina fram á grópunni og passaðu að límið sé ekki límt við nöglina og toppinn. Við skulum fjala hana beint fram á grópunni og svo beina að framan. Því næst skulum við klára að blanda skilin alveg fullkomlega. Notum 180 greta þjöl í þetta, en passum okkur að snerta ekki náttúrulegnögluna. Næst skulum við setja bond. Því næst getum við byggt upp nögluna með geli að eigin vali. Þarna notum við Rubber Base Frosted Pink til þess að byggja nögluna. Herðum þetta svo í 1,5 mínútu, þá getum við þjalað. Þjölum nögluna til og pössum okkur upp á það að álagspunkturinn sé á réttum stað. Þjölum nögluna, pössum að álagspunkturinn sé fullkominn. Klárum að gera hana beina að framan, svo er það bara glans að eigin vali. Fullkomlega útlítandi nögl, þægilegt og einfalt. Ótrúlega náttúrulegt. Það er fátt jafn gaman að byggja nöglunni frá grunni. Hjá Magnetic erum við með vörur sem gerir það piece of cake. Byrjum á því að finna rétt prik sem passar við C-kurvu viðskiptavinur. Þetta eru pincing tool. Því næst tökum við okkur high-tech form og losum límmiðan úr miðjunni. Við notum foils til þess að styrkja formið. Klippum út svona foil. Þetta er nail form support og klippum það til í rétta stærð sem passar undir formið okkar. Við límum þetta inn í formið akkurat þar sem að lausarendin er. Því næst notum við pinching toolið sem við fundum okkur áðan að passa það við náttúrulegnögluna og rúllum álþynnunni yfir pinching toolið. Þarna fáum við fullkomna C-kurvu fyrir nögluna. Mátum formið og sjáum hvar við þurfum að klippa formið til þess að það passi fullkomlega við náttúrulegnögluna. Skoðum línurnar á hliðinni og sjáum hvar ég vil klippa. Klippum formið til og leggjum það við náttúrulegnögluna. Festum það á og byrjum að byggja. Við notum Powergel Nút til þess að lengja nöglina. Pössum að það nái niður í hliðunum svo að við lendum ekki í því að C-kurvan hverfi. Mótum nöglina eftir þörfum með Powergelinu. Herðum í 10 til 20 sekundur og pinsum svo nöglina. Notum Pepin's Pincing Tool til þess að pinsa nöglina. Síðan setjum við ennþá meira gel á nöglina. Byggjum upp álagspunktinn og pössum að hún sé ásættanleg þykkt. Drögum gelið alveg fram á lenginguna
notum klapp-strjúk-hreyfingarnar. Því næst setjum við gelklemmuna á til að halda pinsingunni við í ljósinu. Síðan þjölum við nöglina til. Passum hún sé bein fram á grópinni og bein að framan. Pössun að mótunin sé fullkomin því að það auðveldar okkur vinnuna þegar lengra nær. Alltaf gott að pússa undir lausröndina, en við þurfum að passa okkur að pússa ekki of mikið til þess að skemma ekki C-kúrfuna. Í þetta notum við 180 gráðu þjöl. Því næst pússum við yfirborð naglarinnar og pössum að hún sé alveg smúð og álagspunkturinn okkar sé á réttum stað. Best er að byrja á því að pússa lenginguna og færa okkur svo upp að naglabandasvæðinu, en höfum alltaf í huga að álagspunkturinn á að vera rétt staðsettur. Við erum duglega að kíkja á allar hliðar á nöglinni til þess að vera örugg að allt sé á réttri leið. Því næst er gott að nota expertbitann til þess að þjala til bygginguna. Passa að hún deigi út við naglaböndin. Næst skulum við nota flowerpensil og teikna Friends með linergili. Þetta er linergil white. Byrjum á því að gera nánast beina línu með flowerpenslinum og passum okkur að við séum með þunna umferð að linergilinu. Ef það er ekki þunnt, þá verður það stræpi. Passum að umferðin sé jöfn. Því næst er gott að nota Pepper's Choice til þess að fullkomna eyrun á broslínun okkar. Pepper's Choice er þægilega pensil í notkun og hentar mjög vel fyrir lengri neglur eða beinar línur. Fullkomnum okkur broslínuna og tengjum við beinu línuna sem hún er búin að gera. Tengjum saman við, klárum að teikna báðu megin og pössum að eyrun nái jafn hátt upp báðu megin og að brosið sé ekki skakkt. En auðvelt er að nota acentópennan til þess að laga þetta til ef að við erum búin að klúðra og gera of mikið öðru megin. Því næst setjum við glans að eigin vali á náttúrulega nöglina. Ótrúlega falleg loka útkoma, einfalt og þægilegt. Sjáu þið þessa C-kúrfu, ótrúlega fallegt. Í þessu mánuði, eins og ég var búin að segja ykkur, er 20% afsláttur af öllum okkar áhöldum. Það er gaman og gott að gera fallega neglur með þeim. Endilega kíktu á heimasíðuna okkar og skoðaðu úrvalið. Ég vona að þú hafa haft gaman af þessum sýnikennslum sem við erum búin að sýna ykkur í dag og ég vona að þú verðir með okkur í næsta mánuði. Sjáumst og takk í dag. Við erum Magnetic en þú.